svona, þá ætti þetta að vera komið í gang og ég ætla bara að kveikja á myndbandinu í símanum líka svo ég geti fylgst aðeins með kommentum og svona. Hérna. Ok, og það heyrist þetta ekki? Jú, geggjað, glæsilegt. Þá sýnir mér bara allt eins og það á að vera. Gleðilegt nýtt tungl og verið hjartalega velkomin hérna með mér. Gaman að eiga þessa stund með ykkur eins og alltaf. Það nýtt tungl í sportdrekka. Við erum að detta inn í sportdrekka seasonið. Við erum líka að kveðja sumarið og vorið, þannig að erum við stíga svona inn í veturinn. Haustið gengið í garð og við erum að stíga inn í veturinn og við erum í þessum tíma sem oft kallað Sjavein, sem svona kveðjutími og tími þar sem við erum að stíga svolítið inn í einveruna, í skuggan, inn í myrkra okkar og í hvíld líka. Þetta ekki bara að við sem að fara inn í meira myrkur, við erum líka að stíga inn í hvíldina og undirbúa okkur það fyrir næsta kafla. En já, það nýtt tungl, það sportdrekka season og það alltaf svolítið áhugavert season af því að sportdrekki finnst mér vera bara mjög áhugavert merki, með skemmtilega orku. Og við erum með 3 stokka. Það hér fyrstur Runic Odyssey. Ég held að sé svolítið síðan að ég var með hann síðast hérna. En rúnirnar, alltaf dásamlegar. Svo hér Monologi, gamli góði. Og svo ég með Mystical Shaman. Þetta eru alltaf flott spil. Og við erum með hérna á kantinum bæði Monologi Messages. Ég tek úr honum í endan og svo Manifestation. Ég tek úr honum fyrir hverja lögn. Það ætla ég að lækka skjáinn, sýna ykkur spilin, leyfa ykkur að velja stokk að tengja og ég ætla aðeins að spjalla tunglið svona rétt á meðan. Þannig hér spilin. Hér Runic Odyssey, Monologi og svo Mystical Shaman. Já. Orkan núna, nýtt tungl í sportdrekka, að það sem að nýja tunglið að gera að það svolítið svona að toga upp það sem að býr í okkur nú þegar. Eitthvað sem að innra með okkur og núna þá að kalla eftir athygli, að kalla eftir útrás, eitthvað sem að byggjast upp í okkur og vill svo eitthvað farveg. Og svo þar að auki með sportdrekka orkuna, þegar sportdrekkin líka á þessum stað, það fylgir alltaf svolítið sportdrekkanum, þetta að hann kafar ofan í dýpið, hann fer þangað sem hann ekki, á þessu staði í okkur sjálf sem við sjáum ekki. Hann sækir í langanir, hugsanir, drauma, þarfir, tilfinningar, allt þetta sem býr einhvers staðar undir niðri, fer svolítið í undir meðvitundina, grunntilfinningar og svona dýpri hlutina okkur og sækir það sem þarf athygli og drífur það upp á yfirborðið. Þannig að við erum í svolítið powerful nýju tungli þegar nú bæði sportdrekkinn og nýtt tungl að koma inn og þá bara svolítið afgerandi tilfinningu eða orka með það að það eitthvað innra með okkur sem að vill útrás og vill komast út og vill vera séð. Og við þurfum að bara skoða og grandskoða. Og þetta á sérstaklega við svona grunninn okkar, grunnþarfinnar okkar, grunninn fyrir öryggi, fyrir snertingu, fyrir nánd, fyrir elsku, fyrir einhvers konar nægð og fyrir nautn. Allt þetta sem við þurfum til þess að bæði lifa og líða vel. Þannig að það ekki skrítið ef það kannski eitthvað sem strögglaðast með þessa orku, hún öflug, hún kröftug, það að vera
sko rökhugurinn hann fer bara svolítið á hilluna af því að það er bara verið að dýfa svolítið djúpt inn í bara svona mest præmal hlutan á okkur og rífa eitthvað upp á yfirborðið þar. Þannig að verið vökul yfir hvernig ykkur hefur liðið, hvað hugsanir að sækja ykkur, hvað tilfinningar hafa verið að kalla. Þannig að verið svolítið vökul yfir hvað er að koma upp hjá okkur og kannið hvernig þið getið kannski fóðrað þann hluta hjá okkur á heilbrigðan hátt án þess að hafna honum og án þess að það komi upp einhver óheilbrigð munstur eða óheilbrigð hegðun sem í lengri tíma lítið hamlar ykkur. En við skulum demba okkur í lesturinn og við byrjum á rúnunum. Það geti hérna stokkana til hliðar. Og það er hér Runic Odyssey og fyrsta spilið er það hvað er að koma upp á yfirborðið, hvað er að rísa innan með mér. Ok, heyrðu, þetta var nú bara 10 spil sko. Það er eiginlega bara að fá 1. Það er að rísa. Hérna. Fáum þetta snýr hérna upp efst og það er hérna rætó, það er errið og það er hreyfingin og sem sagt ferðalög og drifið. Hér er verið að tala þörfina til þess að færa sig úr stað, róta ykkur í lífi sínu, breytum umhverfi, breytum stefnu. Það er einhver óþreyja hérna og jafnvel í einhverjum er pirringur hérna. Þannig að þeir ykkar sem hafa jafnvel verið að upplifa ykkur svona asnalega tilfinningu að vilja bara pakka hún í tösku og stinga af bara eitthvert. Ég held að þetta sé svolítið sterkt til ykkar. En hér er að koma upp þörf fyrir breytingu, fyrir hreyfingu, að brjóta upp rútínu, brjóta upp munstur og það er bara sko ágætt þó við séum kannski ekki endilega splundra líf okkar að finna samt útrás fyrir þessari þörf með því að hreyfa við því sem getum hreyft án einhverja alvarlegra afleiðinga. Nú, svo er náttúrulega líka að einhverjir eru jafnvel orðnir staðir í lífinu eða eru á þannig stað að þeim líður ekki vel og þá er enn frekar þörf til þess að breyta. En hér er allavega mjög sterk þörf að færa sig úr stað, breyta til, umróta aðeins, umpotta sjálfur sér pínu og eða jafnvel bara brjóta upp rútínuna og ferðast aðeins, taka skrepp, eitthvert innanlands eða utanlands. Þannig að þetta er það sem er komið upp hér, þörfin fyrir að breyta, færa sér stað og hreyfa til, hrista upp í orkunni. Þannig að við fáum þá grunnskilaboðin fyrir þetta tungl. Kemur alltaf bara bunki að spilum, við þurfum helst bara að fá 1. Svona. Það er hér nauðin, nauðsyn og erfiði. Ok, vá, áhugavert. Þannig að hér er verið að benda á að það eru bara oft erfiðir tímar og það eru erfiða tilfinningar, það eru erfiði í kringum okkur. Og það er einmitt oft þegar að eru sko andleg erfiði, tilfinningalega erfiði, þá kemur þessi tilfinning að nei, nú þarf ég bara að fá pakka niður í poka og bara taka fyrsta flug úr landi. Þetta er ákveðin flóttahegðun að koma upp að maður vill ekki þurfa að díla við raunverulegar aðstæður sem eru að eiga sér í stað, þær eru erfiðar, flóknar, snúnar, leiðilegar og þá vill maður dreifa athyglinni með því að breyta öllu öðru, snúa heimilunum við og endurraða stofunni og pakka niður í tösku og stinga til tenni, það er allt þetta.
En hins vegar það skiptir ekki máli hverju við breytum eða snúum við eða málum inn í stofu eða hvað. Við þurfum alltaf að takast á við erfiða aðstæðurnar samt. Getum ekki endalaust bara flúa þær. En það er ekki þar með sagt að við getum ekki fengið útrás fyrir því að þurfa að hrista aðeins til í hlutunum. Og þetta er líka pínu, þú veist, ef við hugsum að sér bara æðruleysið, að þegar þeir eru erfiðar aðstæður í gangi, flóknar og svona tilfinningar innra með okkur, að þá eru við svolítið að reyna bæði bara færa athyglinna annað, en svo er líka þetta með að sko gera greinarmun á milli hverju maður getur stjórnar og hverju ekki. Að við getum ekki endilega stjórnað öllum aðstæðum, öllum erfiðleikum sem eru að eigast þeirri stað, en við getum stjórnað í hvernig húsgögnin í stofun okkar snúa í dag. Þannig að þetta er svolítið sú hugmynd að við erum að hrista og breyta og svona til þess að upplifa einhvers konar stjórn og sama tíma erum við að reyna að upplifa einhvers konar forðun og flótta frá erfiðum með því að beina athyglinni eitthvað annað. En það skiptir ekki máli hvert við snúum okkur, hverju við breytum, við verðum að tækla vandan þar sem hann liggur. Við bara neyðumst til þess því miður, það er ekki hjá því komist. Þannig að skoði innra með ykkur. Þessi óþreyjufulla, óþægilega pirrandi tilfinning sem er innra með okkur og lætur okkur vilja bara stinga þess af og flýja. Við þurfum að takast á við raunverulega vandan til þess að losna við það. Annars fer hún ekki neitt. Og þá er það að loka niðurstöðum þessu hvaða áhrif þetta hefur til að hafa. Þú veist, að bara stoppa, anda, leyfa tilfinningunum sem er innra með okkur að koma, vera, fara, díla við þær, ekki flýja þær. Og þá kemur hér jara sem er árið, hringrásin sem er þar að auki sem sagt tilfinningin að takast eitthvað. The sense of accomplishment, að upplifa að manni hafa tekist einhver áform eða markmið. Og það er að auki líka hérna hringrásin, endaloka á einum kafla og upphafa nýjum. Að með því að gangast við tilfinningum okkar, skuggunum okkar, erfiðleikunum sem eru í gangi í líf okkar, takast á við að fara í gegnum það og án þess að flýja það og án þess að láta það keyra okkur koll, að það að takast það ætlunarverk. Það er bæði svo mikil vellíðan, það er svo verðlaunandi fyrir okkur sjálf að líða eins og okkur hafi tekist þrekverki, af því það er það sem þetta er. En svo þar að auki þá færir þetta okkur áfram inn í næsta kafla í lífinu, þar sem við erum miklu betur í stakk búin til að takast á erfiðleika og sömu erfiðleikar verða ekki eins þungir aftur. Þetta er svona, við verðum alltaf svolítið öflugri og öflugri með því að gangast við okkur sjálfum og líf okkar og því sem er að eiga sér í stað. Og þá er líka manifestation spil á þetta. Hjálpa okkur aðeins að raungera þennan lestur. Það er hér nýtt tungl í Vaspera sem segir open up to change eða opna þig fyrir breytingum. Þannig að hvað sem er búið verið gangi, einhverju erfiðleikar eða flóknir hlutir sem við erum kannski búin að vera að forðast svolítið, opnaðu þig fyrir breytingunni. Opnaðu fyrir að, já, erfiðleikarnir eru raunverulegir. En til að breyta þeim, til þess að vinna úr þeim, að það þurfum við að breyta einhverju. Við þurfum að breyta einhverju í okkur sjálfum, í okkar nánustu umhverfi. Getum ekki breytt öðrum, við getum ekki stjórna öðrum, við getum ekki bara látið erfiðleikana hverfa, við þurfum að gangast við þeim. Eina sem við stjórnum erum við sjálf og við berum ábyrgð á okkur sjálfum, þannig að þetta er okkar vinna
Ok. Þetta voru rúnirnar. Þá fyrir við næst í klassíska monologi og byrjum á því að athuga hvað er að rísa innan við okkur. Hvað er að komast á yfirborðið, hvað er sportdrykkinn að kafa eftir og draga upp á yfirborðið og sýna okkur. Hérna. Og það kemur hérna fullt tungl í sportdrykka. Nú er tíminn til að sleppa tökum á neikvæðri orku. Það er nefnilega alveg ótrúlegt að eins og þetta hljómar pínu kjánalega. Það getur verið mjög erfitt að sleppa tökunum á einhverju sem er neikvætt eða gerur ekki gott eða einhver sársauki. Það er, þú veist, ég meina, það eru ástæði fyrir því að við erum í sífellu alltaf að tala um þetta að sleppa tökum á fortíðinni eða sleppa tökum á einhverju sársauka. Það er erfitt, það er flókið, þetta er þungt og þetta er sárt. En það sem við þekkjum er að bera þetta eða burðast með þetta á herðunum og þegar við tökum það af þá þekkjum við ekki alveg okkur sjálf. Þannig að við tökum þetta alltaf upp í fangi aftur. Og alveg ótrúlega hvað þetta getur verið snúið að sleppa tökum á því sem er að með okkur eða skada okkur eða valda okkur óánægju. Gerir okkur lífið erfiðara og gerir okkur lífið kannski jafnvel svolítið leitt. En okkur virðist það ofboðslega tamið að halda í þetta. Og það er líka vegna þess að þegar að við erum með eitthvað sársauka í okkur og við kannski náum að taka hann í burtu, við sleppum honum tímabili, við kannski tökum hann í burtu, fjarlægum hann úr okkur, að þá er tómarúm þar sem þessi sársauki var. Þannig að við verðum líka að muna eftir í að við þurfum að fylla þetta tómarúm upp með einhverju góðu, því að ef við gerum það ekki, þá erum við með þetta tómarúm innra með okkur og gamli sársökinn hann smellur bara akkurat í aftur, hann passar fullkomlega. Þannig við verðum að, þegar við tökum fortíð, erfiði, sársöka, þegar við fjarlægum það frá okkur, þá verðum við að muna að fylla tómarúmi sem verður eftir með einhverju góðu, einhverju uppbyggjandi, einhverju sterku, einhverju fallegu, beinaði ljósi og setja eitthvað nýtt í staðinn. Þannig að gamli sársökinn smell ekki bara aftur á sinn stað. Þetta er svolítið svona eins og með kýrnar, þær raðtallar á sinn bás. Þannig að við þurfum aðeins að hræra til og breyta þessu. Og þá skulum við fá svona meginskilaboðin af hverju svona mikilvægt að sleppa tökunum á þessu sársauka. Já, það komum við. Ég ætla að fá bara 1, algjört hámark 2. Ok, 2 var það. Það er það hérna. Believe in the impossible, trúðu hið ótrúlega og ekkert verður af þessu. Þannig er svolítið þetta með að oft þeim við meirum sem að við erum eitthvað að ströggla eða berjast eða hamast eða sko erum með hnefana upp á lofti eða erum að svitna og puða yfir hlutunum. Við erum oft að gera okkur bara ógreiða því að það er ekki það sem þarf þegar við erum að sleppa tökum á erfiðum með sársauka. Þú lagar ekki erfiði með erfiðum, sko. Leyfðu þér að trúa á hið ótrúlega, leyfðu þér að trúa að hlutinni geti verið bara fáránlega góðir, að lífið geti verið yndislega ljúft. Þegar að einhver sársauki eða einhver erfiði hafa tekið stóran sess hjá okkur, þá er svo erfitt að trúa því við verðum einhvern tíðan laus við sársaukann. Það er svo erfitt að trúa því að við getum einhvern tíðan sleppt tökunum raunverulega. Þannig að við þurfum alveg að hafa svolítið fyrir því að trúa, ekki endilega að vera alltaf í einhvernum slag til að losna við þetta eða setja eitthvað í staðinn, heldur þá verðum við líka fyrst bara að trúa því að við getum þetta og trúa því að
að líf án þessa sársauka sé til og að lífið getur verið bara fáránlega gott og miklu betra en við þorum að vona. Þetta er svona, líka við þurfum eiginlega að trúa því að við getum unnið í lottóinu. Þetta er svolítið þar. Við verðum að trúa því að við eigum séns. Og við horfum aðeins fram á við hér, hvaða áhrif þetta hefur, að sleppa tökunum og sársaukanum og trúa að lífið sé frábært. Það kemur hér að það er ekkert enn slegið í stein. Það eru allir vegir færir, það er allt í boði. Framtíðin er ekki niðurneld, það er þú sem getur skapað hana. Þú hefur þann mátt með þér að geta mótað framtíðina. Við erum öll fær að móta okkar framtíð og nútíð. Við breytum ekki fortíðinni, en við ráðum hver við erum í núinu og þessari líðandi stundu og við getum mótað framtíðina eftir því sem við óskum okkur, út frá því hver við erum í dag. Þannig að það er ekkert sem er fast ákveðið. Þannig að slepptu hugmyndinu að þú sitir uppi með eitthvað sársauka eða erfiði það sem eftir er. Því ef þú ákveður að alltaf í dag að þetta muni plaga þig bara alla ævi, það mun að plaga þig alla ævi. En þú getur breytt framtíðinni. Þú skulum fá manifestation, spila þetta. Ekki svona mörg. Ég veit ekki hvað er í gangi núna. Spilin mín verið að hafa grunna svo mikið að segja og vilja bara koma hérna í einhverjum búkum. Hérna. Það kemur nýtt hún í ljóni sem segir einhverju bara shine, geislaðu. Taktu pláss, leyfðu þér að geisla, leyfðu þér að skína. Taktu hamingjuna með þér, fyndu hana og leyfðu henni að leiða þig. Leyfðu þér að njóta í hversdagsleikanum og taktu eftir hvað þú ert frábært líka. Leyfðu þér að vera bara svolítið stórt og taktu pláss. Leyfðu öðrum að njóta þess hvað þú ert frábært og dásalegt því að þú ert það. Við erum öll frábær. Og þegar við geislum, þegar okkur líður vel í okkar sjálfi, þegar við erum sátt með okkur, þá geislum við svo ofboðslega fallega og það veitir innblástur. Þegar maður sér aðra bara í gleði, í sátt við sjálft sig og geislar af sínu eigin öryggi og hamingju og bara geislar af hamingjunu sem fylgir því að lifa á eigin forsendum, að það svona, já, þetta er fyrirmyndar, það vekur aðra til að gera slíkt hið sama. Það hvetur aðra til þess að taka sömu skref og geisla sjálf. Þegar með fleiri sem við sjáum í þessari vellíðan með sjálfa sig, þegar með fleiri ákveða að gera slíkt hið sama, þannig að leyfðu öðrum að njóta þess hvað þú getur verið stórkostlegt. Og þá skulum við fara yfir á næsta stopp þegar við erum Mystical Shaman. Og þá byrjum við að hvað er að rísa, hvað er að koma upp innra með okkur. Ég vil ekki fá yfirfóra. Það er hér the sacrifice, það er fórnin. Það er þessi áminning að fórn er ekki eitthvað sem er tekið án samþykkis eða án vilja, það er ekki tekið ófrjálsri hendi, það er ekki eitthvað sem er hægt að stela á okkur. Þetta fórn er það sem við gefum frjálslega, eitthvað sem
við erum tilbúin til að láta af hendi. Það að fórna einhverju, þetta það sem við gerum þegar við erum tilbúin til að leggja frá okkur eitthvað sem við elskum í þágu annara, einhvers annars eða eins líka í þágu okkur sjálfs án vissu að við fáum nokkuð tilbaka. Það er þessi óskilyrta ást þar sem við erum ekki að ætlast til þess að fá nokkuð skapaðan hlut en við erum tilbúin til að leggja það sem við elskum mest í sölurnar einfaldlega til þess að eitthvað annað fái líf. Bara rétt eins og þegar við kannski tjáum tilfinningar okkar til annars, að við opnum hjart okkar og leggjum hjart okkar í sölurnar án þess að vita hvort maður fái nokkuð í staðinn. Og það er gefið með frjálsri hendi, það er gefið fúslega án skilyrða og án tilætlunar. Og það er ofboðslega fallegur hlutur. Og það er skiljanlegt að það sé erfitt og það er skiljanlegt að það er ekki allir sem að geta þetta. Það þarf alveg rosalega mikinn styrk til þess að vera tilbúin að fórna hjarta sínu eða ást sinni eða fórna því sem maður elskar í þágu eitthvað sem maður hefur ekki stjórn á og jafnvel í þágu einhvers aðra en við erum sjálf. Þannig að við fáum megin skilaboðin af hverju verður að ræða þessa fórn, af hverju verður að draga þessa fórn upp í okkur. Og það er hér villimeyjan að hér er verið að kalla eftir að við séum einlægt við sjálf og bara dönsum þegar við viljum dansa, hristum okkur þegar við viljum hrista okkur, leifum bara innri galdrinum okkar að leiða okkur, leifum okkur að vera óhefluð í okkar eigin skinni og fyrst og fremst vera í einlægninni, vera samkvæmt okkur sjálfum og ekki eftir annara manna hugmyndum eða hugmyndum samfélagsins. Þannig að hverju erum við tilbúin til að fórna til þess að vera sjálfum okkur samkvæmt, til að líða vel í eigin skinni, til að velja það sem það veitir okkur hvað mesta frelsið. Hverju erum við tilbúin til að sleppa tökunum á til þess að vera frjáls? Hverju ert þú tilbúið að fórna til þess að vera frjálst? Því að oft þurfum við að fórna gömlum hugmyndum, gildum sem voru alin upp í okkur, jafnvel tengingum sem að halda aftur á okkur og jafnvel líka, við þurfum líka að fórna gömlum sjálfsauka sem að heldur aftur á frelsin okkar. Það er því að við erum með mjög snúið samband við fortíðin okkar og sjálfsaukann okkar. Þannig að við þurfum stundum að fórna sjálfsaukanum, fórna minningum, fórna fortíð til þess að geta farið inn í frelsið okkar. Og ef kíkjum þá fram á því hver það áhrif hefur þetta. Það kemur hér stand still, það kemur kyrrðin og svona friðurinn, þessi kyrrð og ró þar sem við erum algjörlega í augnablikinu og við þurfum ekkert meira en það sem akkúrat núna. Það er þetta fullkomna augnablik
sem við getum staðið eða setið í og við þurfum ekkert meira. Okkur skortir ekkert. Og það er friður innra með okkur. Hverju ertu tilbúið að fórna til þess að upplifa sjálft þig í algjöru frelsi og í algjörum frið? Kannaðu það með þér. Það eru ótrúlegir hluti sem geta komið upp. Þá ætlum ég að fá manifestation spil á þetta. Ok. Það er reyndar, þetta er nú svolítið mörg, en ég ætla að fá hérna, 1, takk fyrir. Það kemur aftur, nýtt tungl í ljóni, geislaðu. Og það er það sama. Leyfðu þér að geisla, leyfðu þér að taka pláss, leyfðu öðrum að sjá þig og njóta þín. Því þegar þú geislar þá hvetur aðra til að geisla líka. Þegar þú elskar óskilyrt þá hvetur aðra til að elska óskilyrt líka. Þegar þú ert í friði og upplifir kyrrð innra með þér þá hvetur aðra til að gera slíkt það sama. Þannig að þegar þú velur fyrir þig, það sem er gott fyrir þig, eflir sjálft þig og heilar sjálft þig, þá ertu að vera til fyrirmyndar fyrir aðra líka. Og það er eitt sem að ég segi reglulega, ég man ekki hvort ég hafi lesið það eitthvað staðar eða hvort þetta sé bara eitthvað sem að mótaðist í orðum hjá mér, að þegar þú heilar sjálft þig þá heilar þú allan heiminn. Við erum öll hluti af sama heiminum þannig að þegar við erum góð við okkur sjálf, þegar við veitum sjálf okkur heilum, vinnum í okkar og heilum okkur, þá erum við að senda heilun út í heiminn líka. Þeim er fleiri sem eru að heila inn á við, þeim er meiri heilunir að eiga sér stað í þessum heimi. Og þeim er fleiri verða til þess að styðja aðra í heilun. Þannig að þegar þú heilar þig, þú heilar heiminn, myndu það. Svona, þetta voru Mystical Shaman og þá ætlum ég að fá skilaboð frá messagestokkinu bara svona í heildina fyrir alla. Það kom hérna 2. Það er sannleikurinn og fortíðin. Mér finnst vera svona gegnum gangandi gegnum þessar lagnir, þessar 3 lagnir og þá er svolítið ríkjandi þetta með fortíðina, einhverja gamla sársauka eða erfiði, að þurfa að sleppa tökunum á því, þurfa að gangast við því, horfast í augu við það og kveðja það. Þannig að skoðaðu það sem sportdrykkinn og nýja tunglið er að tosa upp í þér. Vertu einlægt og heiðarlegt gagnvart því, þó það sé ekki endilega það sem þú viljir sjá eða heyra sjálfu þig núna. En stattu með sannleikanum, ekki stíga inn í einhverja blekkingu. Þú ert að þessu fyrir sjálft þig og engan annan. Þannig að horfðu í augu og sjálft þig, gangstu við því hver þú ert, hvað þú ert og hvað er komið upp hjá þér og skoðaðu hvaða minningar úr fortíðinni eru að ýfa upp þessu ónot. Og enn aftur, þegar þú heilar sjálft þig þá heilar þú heiminn. Okay. Og þá er ég búin að lesa úr allir stokkurum og ég ætla að hækka skjáan aftur. Svona. Ok. 3 ólíkir stokkar, en mér fannst ég samt finna fyrir svona tengingu á milli. Eins og ég sagði, það var svolítið mikið verið að tala fortíð, að þurfa að gangast við og ekki flýja hana. En þessi orka núna, sportdrykkinn og nýja tunglið, hún er krefjandi og hún er þannig krefjandi að það er verið
fara langt inn á djúpið, draga það sem er innst í okkur upp á yfirborðið til þess að við getum gengist við því. Þannig að allar þessar tilfinningum að vilja flýja eitthvað, að vilja gera eitthvað allt annað, róta allir til. Ég finn líka fyrir þessu, veistu, þetta að vilja bara gera allt nema akkurat skoða þetta erfiða sem að brjótast í okkur. En það bara svo fullkomlega eðlilegt. Okkur finnst, auðvitað langar okkur ekkert til þess að þurfa að vera eitthvað að garfa í því. Okkur langar bara til þess að hafa gaman. En þá líka góðu fréttirnar það að við getum gert bæði. Við getum dílað við það sem að koma upp og svo getum við haft gaman. Og það alltaf miklu auðveldara að hafa meira gaman eftir því sem að við tímum meira hérna upp úr og tökumst á við það og göngumst við því. Ok, en þá þessum lestri lokið og ég vona bara að skilaboðin til sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og verða það gagni. Dásalegt að eiga þessa stund með ykkur, óbúslega áhugaverð orka. Stjörnuspár eru vinnslu að koma inn á síðuna, kannski eitthvað í kvöld, ég býst við að koma eitthvað í kvöld og svo núna helgina. Þannig að þær eru á leiðinni inn. En ég þakka aftur þá bara fyrir mig og ég þakka fyrir áheyrnina. Eigið gott kvöld og njótið helgarinnar.